Þá það þín 5. úrslitakeppni. Já, 5. með karlaliðinu. Þetta er 7. við tókum konarliðið með. Hvernig leggst þetta í yfir? Bara, þetta er svona aðeins öðruvísi. Þetta er búið að vera aðeins öðruvísi tímabil heldur en undanförinn og við erum endum í 4. sæti eftir að vera deildarmeistarar síðustu ára, þannig að það gefur svo aðeins öðruvísi tvist en það leggst bara ágætlega í okkur. En deildin eru þið jafnari bara svona yfir höfuð þetta árið? Jú, ég klálega, við erum að sjá 8 var mjög sterk lið í úrslitakeppni og við erum svona meiri sveiflukenndar í úrslit í allri deildinni. Það hefur svona verið eitthvað síðan fyrir ára að hafa svona 1-2 lið verið að ná að halda svona nokkuð góðum sjó í gennum allt tímabilið meðan hinn svona reyta hver öðru en núna í ár svona sér maður svona meiri sveiflur heldur en oft að vera. Síðustu fréttir að leikmannahóp þínum er að Reynar Þór Björnsson fyrirliði liðsins og bara einn besti, ef ekki sá besti leikmaður síðustu ára sé útbúna í fyrstu umferð. Hvað Já, ég býst nú bara við hans í úr leik. Ég held að sé algjör bónus að vera eitthvað með úrslitakeppni. Þannig að hann sem sagt, braut beini í hendi á skotendinni á æfingu í gær. Þannig að það bætist við langan meiðslasögu þessa tímabils og kannski svona búin að vera saga þessa tímabils meiðsli. Hvað er að gera til að koma, hvað er mótvæði við Brynjar? Er leikmenn í hópnum? Já, ég meina við erum ekkert, við erum ennþá sterkir og teljum okkur ennþá geta vera í góðum sjans og vera meistarar en við byrjum bara á því að reyna að ná að vinna Njarðvík. Þetta er náttúrulega tekur svolítið brottin úr okkur, það er engin spurning, en Brynjar er náttúrulega 7-faldur Íslandsmeistari og hefur svolítið verið leikmaður sem kannski hefur stigið eitthvað mest yfirleitt upp í úrslitakeppninni. Þetta er algjör stríðsmaður og þetta er gæði sem þú vilt hafa með þér á gólfinu í þessu stóru leikjum í staðan fyrir að hafa hann á hliðarlínunni, þannig að það verður missjar úr honum en þetta er bara nýtt challenge, þetta er bara nóga challenge hérna vetur og þetta er bara nýtt challenge að takast á við. Hvað þarf Kári að gera til að vera sigurorða á Njarðvík þessari fyrstu umferð? Já, við þurfum að spila vel, við erum að hafa, þeir eru náttúrulega með sterkar leikmenn, náttúrulega Terrell Vinsson er búinn að vera frábær allan vetur og Matsek og Logi er búinn að vera sterkir í allan vetur og svo Kitty Páls verið sterkur hún að þeir líður á seinni hlutan, þannig að þetta eru svona stóru kallanir í þessu. Raggi náttúrulega getur haft gríðarlega mikil áhrif á leiki og maður sér að þegar hann spila vel þá gengur liðinu yfirleitt vel, þannig að hans þáttur er mikill í gengi Njarðvíkurliðsins, þannig að ég held að ef við ætlum okkur áfram þá þurfum við að ná að þétta vörnina vel og vera skipulagðir og sniður í sókninni.